Komið sæl kæri vinir, ég heiti Sara og ég dálæðirinn ykkar. Í dag langar mig til þess að tala hugsanir og mikilvægi hugsana okkar í bataferðalaginu okkar. Af því að ég þekki það sjálfa eigin skinni að glíma við fíkn, neikvæðar hugsanir, kvíða, ofsakvíða, svefnleysi, vanlíðan, neikvætt sjálfsniðrif og öll þessi einkenni sem eru allt og algeng í dag. Og eitt af því sem var í gangi hjá mér og ein af meginrótum vanlíðunar og vanheilsu, það óheilbrigt hugarfar. Og hugsanirnar mínar voru þannig að það var bara svona eins og væri svona trillt, spólandi, öskrandi, neikvæð þvottavél í hausnum á mér alla daga, allan daginn. Og það var líka að valda síþreytu, ég var alltaf þreytt. Og við getum ekki fengið frelsi frá kvíða eða almennri vanlíðan, þreytu ef að við tökum ekki til í hausnum á okkur. Af því að hver einasta hugsun er orka og við erum alltaf að framleiða orku innra með okkur með því hvernig við erum að hugsa dagsdaglega og hvernig við hugsum stýrir því hvaða tilfinningar eru að framleiðast innra með okkur hverju sinni. Það er að segja hvernig við hugsum stýrir líðan okkar daglega og líka orkun okkar. Þetta hefur ekkert með það að gera hvað þú ert að fá mikið svefn, hvað þú ert að borða, hvað þú ert að hreyfa þig mikið. Þetta snýst fyrst og fremst hvað er að gerast inn í hausnum að þér, af því að hver hugsun er orka og ef þú ert að hugsa 60 til 80.000 hugsanir á hverjum einasta degi, þá er þetta rosalegt magn af orku sem þú ert að framleiða innan með þér. Og hvernig er þessi orka? Er þetta streitu, kvíða, þreytu, depurð, ótta, hræðslu orka? Eða er þetta gleði, friður, þakklæti, kraftur, velgengni, allsnægtir? Þú veist, þitt er valið og við þurfum að hafa þetta í huga því að við ætlum að breyta okkur, ef við ætlum að breyta, þá þurfum við að breyta orkun okkar. Ef við ætlum að breyta orkun okkar, þá þurfum við að breyta hugsunum okkar af því að það er aðal orku framleiðslan. Þegar hausinn okkar er orðinn þannig að það er bara alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, áhyggjur, streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvæðar sjálfsniðri, sjálfsásökun og þetta er bara allt komið í eitthvað svona graut, þá er ekkert skrítið að mann líði stundum eins og að hausinn á manni sé springa eða þá maður er bara komið með hausverk eða stífar axlir eða svona þyngsli í orkunni, hnút í magann, þyngsli í bringu, bara erfitt með að fara fram úr á morgnana, þú veist. Maður er þreyttur alltaf af því að öll orkan mín fer bara í allar þessar stanslausu hugsanir og þú veist, þetta er svona eins og að vera í stöðugri erfiðisvinnu alla daga, allan daginn í hausnum á þér. Þú ert ekki að hvílast og ef þú ert ekki að fá neina hvíld í hausnum á þér, þá ert ekki að fá neina hvíld í orkunni og þá verður alltaf þreyttur, þú veist. Og það er svo ofboðslega mikilvægt að átta sig á því að hugarfarið okkar nær líka út fyrir almenna líðan. Þetta snýst heilsuna þína, þetta snýst árangurinn þinn, fjölskylduna þína, vinnuna þína, allt sem gerist. Allt í lífinu er orka, líkaminn er orka, hugsanir þínar er orka, tilfinningar þínar er orka, orðin þínar er orka. Hvað ertu að segja? Ertu að tala út neikvæða orku og myrkur og vonleysi og kvíða með því að hvart og hveina, tala illa sjálfa þig, tala illa aðra, vera með svartsýni og neikvæðni gagnvart þjóðfélaginu, gagnvart samfélaginu. Þú veist, hvað ertu að tala út og þar með inn í þitt líf? Af því að allt er orka og orka er flæðandi og allt sem við sendum frá okkur, það fáum við tilbaka. Þannig að þetta snýst ekki bara almenna líðan og heilbrigði, heilsuna þína, heldur snýst þetta líka eins og ég sagði áðan, fjölskylduna þína, börnin þín, árangurinn þín, hvað þú ert að skapa inn í lífið þitt, fjármálin þín og svo framvegis. Þannig að ég lifi eftir þeirri reglu í dag. Ef ég vil ekki að sé satt, þá segi ég ekki, ég hugsa ekki, ég segi og hugsa það sem ég vil að sé satt af því ég veit að það er sköpunarkraftur í því sem ég hugsa og því sem ég segja. Og ég hef lært að mastera mitt eigið hugarfar og mínar hugsanir og ég fór að vinna með hugsanirnar mínar og vinna með hugarfarið mitt og þjálfa hugarfarið mitt og þjálfa hugsanir mínar og læra hvað eru heilbrigðar hugsanir, hvað eru óheilbrigðar hugsanir, hvernig stýri ég þeim og hvernig losa ég mig við þessar neikvæðu óheilbrigðu sem eru að skapa vanlíðan og vanheilsu
og skort og eymd inn í mitt líf. Og þetta þjálfun sem að allir geta gert, það geta allir lært þetta, það geta allir mastera sitt eigið hugafar og það í rauninni nauðsynlegt að við gerum það ef við ætlum að mastera okkur sjálf. Af því að ef að þú ert ekki að stýra þínum hugsunum, þá kvíðinn að gera það, óttinn, streitan, einhverjir sjónvarpsþættir, fréttirnar, samfélagsmiðlar, þú veist, hver á að vera við stjórn innan með þér og í þínu lífi, við þinni líðan og þinni heilsu. Það svo mikilvægt að við séum tilbúin að taka ábyrgð. Ég ber ábyrgð á mér, ég ber ábyrgð á minni heilsu, ég ber ábyrgð á minni líðan. En góðu fréttirnar það að þegar þú stígur það skref, að þá geturðu lært heilbrigð tækjatól til þess að stíga það skref og brjótast út úr kvíðanum, brjótast út úr óttanum, brjótast út úr streitinu, brjótast út úr svefnleysinu, vanlíðaninu, hvað það sem þú ert að glíma við. Og ástæðan fyrir þessu, eftir að ég umbreytti heilsunni minni með að umbreyta hugarfarinu mínu, þá bjó ég til netnámskeiði frelsi frá kvíða og það blanda af bæði dáleiðslum til að hlusta og til að fjarlæga rætur kvíðans og vanlíðaninnar sem að hlusta á daglega, en það líka þessi fræðsla og þjálfun sem nauðsynleg til þess að geta áttað sig ok, hverjar eru ræturnar? Það 3 meginrætur, hugarfarið, ein þessara 3 og hvernig get ég sjálfur umbreytt þessu innra með mér og það stórkostlegu bati sem að eiga sér stað hjá einstaklingum sem að fara í gegnum þetta prógram og stórkostlegu léttir. Yfirleitt byrja fólk að líða miklu betur strax í fyrstu vikunni þegar að byrja að hlusta daglega á dáleiðslurnar, en við verðum að taka með inn í þessa vinnu hugarfarsbreytinguna og þjálfa hugarfarið okkar út með niðurriðið, út með kvíðahugsanir, út með neikvæða hugsanir, út með streituhugsanir og við setjum inn jákvæða sjálfsuppbyggingu, krafthugsanir, góðar fallega minningar og svo framvegis og svo framvegis. Þú getur þetta, ég hef séð fullt af fólki gera þetta í hverju viku ég að sjá fólk fá frelsi frá alls konar neikvæðum einkennum eins og kvíða og svefntruflunum og þreytu og það bara að taka ákvörðun í dag að stíga þetta skref, fara á þessa braut og byrja að vinna ferðalag. Svo mæli ég alltaf eindregið með því þegar þú ert búin að klára netnámskeið frelsi frá kvíða að bóka einkatíma, þú getur sendt mér tölvupóst á Sara Hlustnir. Netnámskeið frelsi frá kvíða aðgengilegt inni á www.frelsifrakvíða.is, þar getur þú keypt það, þú getur gert það núna og ég mæli með því að senda síðan póst á Sara Hlustnir, bóka einkatíma því að það rosalega mikil og djúp aðstoð sem að fæst í einkatímanum. Ekki bíða með þetta, kýldu bara á þetta. Ef þú treystir þér ekki til þess að byrja strax á námskeiðinu, sendi mér þá bara póst á sarahlustu.is, bókaðu einkatíma og ég skal hjálpa þér að byrja strax að moka út þessum stærstu rótum, hjálpa þér að finna vonina, hjálpa þér að finna trú á batana að þú getur fengið frelsi. Hlakka til að heyra frá þér, gangi þér vel. Bless, bless.